Kæru áhorfendur, ég var að lesa daginn siðfræði Aristótelesar og þá talar hann það hvernig áskorunin snýra hverjum og einu manni. En hann talar það líka í textanum að við sem samfélag þurfum að taka margs konar siðfræðilegar ákvarðanir það hvernig við byggjum upp gott þjóðfélag og undir það fellur þá, samkvæmt því eins og ég skil þetta, stjórnmálin í breiðu samhengi. En undir það hvernig við stýrum okkar þjóðfélagi og hvernig við tökum siðferðilegar ákvarðanir falla líka, guðfræðilegar og trúarlegar ákvarðanir. Og þess vegna langaði mig til þess að tala við Ágúst Valgarð sem er íslenskur kristnibóði sem starfar á Íslandi. Og við ætlum að ræða saman álitaefni sem við getum vissulega að kalla siðfræðileg, hvernig verð ég góð manneskja, hvernig get ég hjálpað öðrum til þess, hvernig getum við skapað gott þjóðfélag og hvernig fyllum við inn í þetta tómarúm sem að margir finna til í nútímanum, sem er tómarúmið sem kennan má við Guð, því að það er ekki alveg víst að þó við séum búin að byggja upp starfsferil og koma undir okkur fótunum efnahagslega að við séum sannfærð það að þetta sé endilega það líf sem að við viljum lifa og þetta sé sá veggur sem við viljum klífa á og margir finna þá einmitt þetta tómarúm og hugsa með sjálfum sér það er eitthvað meira, það er eitthvað annar og dýpri tilgangur sem ég er í raunin að leita að og við skulum heyra hvað Ágúst Valgarð hefur þetta að segja. Vertu velkomin Ágúst. Takk fyrir, gaman að vera komin. Já, og gaman að þú skildi gefa þér tíma. Þetta er nú því miður stórt verkefni vil ég meina að takast á við svona endurvekja kristindómin á Íslandi sem hefur verið í hálfgerðum dvala. Já. Og það er verðugt verkefni og ég óska þess að það gangi vel en segðu okkur aðeins frá þér og þínum bakgrunn og hvernig þú svona komst að þeirri niðurstöðu að þetta væri það sem þú vildi gera. Já, ég er alveg upp í forsæti í Flóahreppi sem hét á Villigáshreppur. Pabbi minn var organisti í þjóðkirkjunni í 37 ár. Ég fermist eins og margir Íslendingar og var alveg einlægur því. En þú veist, presturinn spyr mann, viltu gera Jesú Krist að leiðtoga lífsins og ég sagði já og var alveg einlægur því. En svo var ekkert sem fylgdi á eftir. Þannig að þegar ég er 20 þá er ég ekkert á móti kristinni trúni og Guði en það var heldur engin tengsl. Engin viðvarandi lifandi tengsl. Þávarandi kærasta mín, núvarandi kona mín, við erum að flytja inn í íbúð í Árbænum og þegar við erum að taka upp á kassunum kemur svona pínlítið sjónvarp upp úr einum af kassunum hennar og við hugsum, við getum hort á fréttirnar og þetta verður skemmtilegt, eina sjónvarpið okkar. En það var bara ein stöð sem virkaði. Það var Omega. Við náttúrulega bara hlófum að þessu og gerðum grín að þessu en svo leiddist mér nokkru dögum seinna og fór ekki að kíkja á þetta. Ég hafði verið svona morfisdómari í menntaskóla og fannst gaman að sjá fólk sem kom vel fyrir sig orði. Þannig ég fór aðeins að kíkja á þetta og svo fór ég að hugsa það sem var verið að segja. Og ég er þannig maður að ef að það er eitthvað mikilvæg spurning að þá grannskoða ég hana og reyna að hugsa hana mjög gaumgæfilega. Að því að, þú veist, eins og þú varst að tala Aristóteles, ég meina það var ekki Sókrates tekin af lífi fyrir það að spyrja fólk óþægilegra spurninga. Jú, og spilla alþýðinu með því. Já, við hefum ekki hugsa, við hefum bara, það er önnur saga. Allavega, ég hugsaði þetta mjög gaumgæfilega og það voru svona nokkrar hugsana keðjur sem ég fór í gegnum og einu var í svona 4 punktum sem við skulum aðeins labba í gegnum. Fyrst hugsaði ég, reyndar áður en ég byrjaði þá lagði ég til grundvallar að ef ég ætlaði að hugsa þetta einhverju alvöru þá yrði ég að byrja á því að vera eins heiðarlegur við sjálfum eins og ég gæti. Af því annars getur ekki treyst niðurstöðinni. Ef þú ert ekki heiðarlegur þá myndu ljúga sjálfur þér ekstra á leiðinni. Og þannig ég lagði þetta til grundvallar og svo spurði ég
Guð til eða ekki? Og ég átti mig á því að svona spurning ekki eitthvað sem þú getur sannað eins og þú sannar hortnasömu tríhyrnings, hún á 180 gráður, þú getur sannað það aftan á servíetti, þú ert sæmilegur stærðfræði. Svona spurningar ekki þess eðlis að við getum nýtt þannig sannanir. Það besta sem við alveg getum gert að tína til eins mikið að það sem ég kalla staðreyndum eða ennskorðið evidence, eins mikið að staðreyndum eins og við höfum og tekið þá skýringu sem að best passar við staðreyndirnar. Þegar ég gerir það með þessa spurningu, Guð til eða ekki, þá horfi ég á blóminn og trén og köttin minn og konuna mína eða kærustuna mína og allt þetta sem ég sé í kringum mig. Og þá sé ég þekkingu og ég sé hönnun. Og það eru svona auðvitað tvær grunnsögur sem við heyrum, annars vegar að alheimurinn hafi einhvern veginn orðið til og það sé ekkert nema efni, orka í alheiminu sem vindur einhvern veginn fram með einhverju svona eins og einhverju maskina og einhvern veginn púps eru allir þessir hlutir orðin til. Og þegar ég bar þessar tvær hugmyndir saman, maskinan og hönnuður, þá fannst mér heilt yfir að hönnuðurinn væri líklegri útskýring. Ég get ekki sanna það, en líklegra en ekki. Punktur númer 2. Hver er þessi hönnuður? Sem dæmi, er hann góður eða er hann slæmur? Og aftur þegar ég horfi í kringum mig, þá sé ég fegurð. Ég sé fallegt blóm, kötturinn minn er fallegur, kærastinn er falleg og svo framvegis. Og fegurð vísar á góðan hönnuð, eða ekki, gæsku. Það er ekki lógisk að slæmur hönnuður hann er fallega hluti. Þannig að það fer alveg saman að fegurð bendi á gæsku eða vísi til gæsku. Þannig að ég fannst líklegra en ekki að hönnuðurinn væri góður. Að því ég lagði heiðarleika til grundvallar, þá þurfti ég auðvitað að glíma við það að ef ég var alveg heiðarlegur, þá var ég sjálfur stundum að skaða sumt að þessu fallega í kringum mig. Og ef ég skaða svona mikið, þá skaðar 1.000.000 manns svona mikið. Og allt það bara venjulega manneskinn eins og ég er ekki morðingi eða glæpamaður eða dópsali eða eitthvað skiluru, en ég er samt að valda skaða ef ég er alveg heiðarlegur. Jafnvel þegar ég reyni að gera vel, þá samt veldi skaða. Og þá var ég farin að glíma við þetta að þú getur verið með góðan hönnuð þó að ýmislegt fari úrskeiðis í veröldinni af því að bara venjulegt fólki sem ég er að valda skaða. Punktur númer 3. Ef að Guð eða hönnuðurinn, skulum geyma orðið Guð að sinni, ef að hönnuðurinn er góður, þá myndi ég búast við því að hann hafi einhverja leið þannig að ég geti tengst honum ef ég leita eftir því af heiðarleika. Ef að hönnuðurinn setur bara vegg á milli sín og manna, þá geta mennirnir ekkert gert. Við getum ekki brotist í gegnum vegg sem hönnuðurinn ákveður að setja upp. En ég myndi ekki búast við því af góðum hönnuði. Ég myndi búast við því að góður hönnuður rétti höndina í áttina til mín og bjóði mér að taka í hana, en hann neyðir mig ekki. Hann bara gefur mér þetta tilboð. 4. punkturinn, Guð eða hönnuðurinn er þarna, hann er góður, hann hefur einhverja leið, þannig að ég með mitt einlega hjarta geti tengst honum ef ég vil það. Og þá komst ég að 4. og lokapunktinum, vissi eitthvað biblíuna en ekkert mikið. Það er reynt að lesa eitthvað en það hefði ekki gengið vel. En ég horfði á þessu bók og hugsaði svona með við það sem ég hef heyrt hana, þá er langt líklegast að það sé allavega nóg þar til að ég geti tengst Guði ef ég vil það. Kannski er rétt svo nóg, kannski er alveg hellingur, en aftur í okkar daglega lífi þá þurfum við alltaf eitthvað lágmark sett af upplýsingum til að geta framkvæmt hluti eða gert eitthvað. Þegar ég hringdi þig daginn, þú þurfti ég að vita símanúmerið þitt. Þú þarft að vita yfir þetta einstaklingu sér til að geta átt samskipti við hann. Ef ég ætla að taka í höndina á hönnuðunum, þá þarf ég eitthvað lágmark sett af upplýsingum til að geta gert það. Og ég álykta þessu svo að líklegast væri að þarna í þessari bók eða bókasafni væri nóg. Og þarna var ég dálítið búin að mála mig út í horn. Af því ég hafði ákveðið að byrja á því að vera heiðarlegur.
og ef þú ætlar að halda áfram í heiðarleika þá verður að gera eitthvað með niðurstöðuna. Þú getur ekki komist að niðurstöðu og sagt svo bara allt í plati. Þá ertu að plata sjálf á því, það ekki? Og ég skynja alveg að þetta var svona, gæti verið dálítið stór ákvörðun sem að ég var komin að þarna. En ég svona maður sem gengst upp í áskorunum og ég ákvað bara að, ok, ég fer bara beint á augum, ég er ekkert að flækja þetta. Þannig ég einfallega sagði eitthvað á þennan hátt, eins einlæglega eins og ég gat. Guð, ég hef heyrt að þú hafi sendt son þinn Jesú til þess að deyja fyrir syndi mínar. Ef þú ert þarna og ef þú vilt eitthvað með mig hafa, þá er ég hér. Og ég stuttum alveg sagt, ég komst eiginlega ekki í gegnum þessar setningar sem ég hafði undirbúið að segja. Þegar leiði ég opnaði munnin þá einfallega upplýði ég Guð mjög sterkt. Sem kom mér mjög mikið á óvart, þegar ég er svona frekar mikið jafnaðageð. Ég er ekki maður sem er í einhverjum tilfinningasveiflum, en þarna upplýði ég Guð bara mjög sterkt. Og hvað varstu gamall þarna? 20. Já. Þetta var fyrir 30 árum. Og þarna má þá segja að þú hafi rauninni tekið svona, stefnu markandi ákvörðunum þitt líf í framhaldinu. Já, ég meina, ég var búin að hugsa hlutina lógist. Já. Svo framkvæmi ég í samræmi við það og veruleikinn bregst við í upplifi Guð og hvað á maður að gera með það? Þú veist, það er náttúrulega hefur mikil áhrif. Það breytir í rauninni öllu svona, getum við sagt, samhenginu. Þú ferðu úr því að hugsa kannski hvað get ég gert fyrir mitt ego, fyrir mína fjölskyldu eða minn fjárhag og þú ert komin þarna þá á þann stað tvítugur að þú ert meira farin að hugsa hvað get ég gert fyrir Guð. Myndur þú lýsa því þannig? Já, þarna var ég náttúrulega einn með sjálfum mér. Já. Það var enginn þarna sem að sagði, jæja Ágúst, nú ert þú búin að ákveða þetta, nú áttu að gera þetta, svo áttu að gera þetta, ABC. Ég einfallega allt í einu tek biblíuna sem kærasta mér nátti og fór að lesa hann gríð og erg og allt í einu fyrir ég að skilja hana og hún fór að banka á dyrnar og sagði, Ágúst, varst ekki með ykkur heimaverkefni? Já. Og svo eins og þú segir, þá einmitt sprettur upp innra með manni svona hugsanir. Þá maður fyrir að hugsa, ok, Guð virkilega er þarna. Hvað ætla ég að gera með lífið mitt? Já. Eða eins og einn ungur vinur minn sagði mér hérna núna bara rétt daginn, hann sagði, hann einmitt fekk þessa áskorun frá mér, farðu heim, talaðu við Guð. Já. Og hann sagði, sagði mér svo daginn eftir, ég fór heim, hann sagði, það tók mig 10 mínútur bara að geta opna munnin og sagt eitthvað upp átt við Guð. Það tók mig 10 mínútur, það var eitthvað sem bara ég þurfti að fara í gegnum. En svo sagði hann, svo loksins þegar ég gat sagt eitthvað, þá sagði hann, þá einmitt upplýðan Guð og þá var svo gaman að heyra lýsa því, hann sagði, eitt augnablikið var ég að hugsa næsta fyllirí og næstu stelpu eða, þú veist, farðu niður listan og einu augnabliki þá bara snerist hjarta mitt og ég fór að hugsa það, hvað get ég gert gott? Já. Það einu augnabliki. Já. Og þú talar gott þjóðfélag. Þjóðfélagið okkar verður aldrei betra heldur fólki sem býr í því. Já. Þannig getum við spurt eins og þú sagðir á hann, hvernig ætlum við að byggja upp gott fólk? Hvernig ætlum við að sjá umbreytingu á hjarta okkar? Að það er alveg sama hvað við setjum margar lög og reglur og annað eftir því, það breytir ekki endilega hjartan í okkur. Nei, við þurfum að fá þá nýtt hjarta, þetta snýst það. Já, það eiginlega snýst það. Og þetta er ekki þá eins og þú lýsir því þannig að menn þurfa að fara í hjarta aðgerð eða fá líffæra flutning. Þetta er eitthvað sem gerist á augabragði og ég hef heyrt marga í rauninni lýsa sambærilegri reynslu þar sem að allt þeirra hugafar snýst á bara einu sekundubróti frá fíkn og frá ótta yfir í trú og von.
auðvitað getur reynsla okkar verið mjög ólíka því við erum Já. svo ólík. Ég vil alltaf passa mig á að normalisera ekki mína reynslu yfir á aðra og ég vil líka undirstrika að sumir opna munninn og tala við Guð og þeir upplefa ekkert strax endilega. Já. En stór partur af því að tengjast Guði hefur að gera með ákvörðun okkar. Já. Og hefur að gera einfallega með lógi og niðurstöðu því að hugsa gaumgeflega hlutina alveg eins og ég gerði. Já. Einn vinur minn sem býr austur á Hortnaferði, hann var ungur maður fyrir nokkrum áratögum hérna á hóteli í Reykjavík og var gjörsamlega komin á botninn. Hann baði eina litla bæn og það var ekkert sem gerðist en svo næstu mánuðum umturnaðist líf hans í góða átt. Þannig að reynsla okkar getur verið ólík. En hérna ánum höldum áfram, bara langar með aðeins að staldra við þetta því að margir sem eru að horfa á þetta og hafa ekki átt neina svona reynslu þeir gætu verið í svipari stöðu og þessi maður sem að þú ert að lýsa sem að finnst hann standa frammi fyrir svona þröskuldi. Hann getur ekki bara ávarpað Guð og það er út af fyrir sig skiljanlegt og þú getur lesið bókmenntir langt aftur í aldir þar sem að menn standa í rauninni í svona ótta gagvart almættinu og það getur ekkit endilega, ótti er kannski ekki alveg rétt orðið, þetta getur verið lotning og tilbeiðsla og virðing og svo framvegis en maðurinn frammi fyrir Guði getur upplefað sér svo agnar smáan að það getur sko byrst með þeim hætti sem þú ert að lýsa og hvað er það þá sem að svona þú getur sagt við menn hvers mættu þeir vænta þegar þeir taka þetta skref, hvað er það sem að menn heyra eða skynja eins og í þínu tilviki? Ertu að spyrja hvers má ég vænta ef ég tala heiðarlega við Guð? Já, og ávarpar Guð og veist, við erum auðvitað öll á mismunandi stað og við erum að glíma við okkar verkefni en í okkar samfélagi er samt sem áður og þú skynjar það eins og ég að það er geysilegur og svona alltaf útbreiddur ótti til dæmis og Guð er feimnismál. Hvernig myndur þú segja við fólk sem er að horfa á þetta, hvernig kemstu yfir hennan 10 mínúna þröskuld? Hvað er það, hvert er merkið sem þú gætir fengið á móti og hvaðan finnur þá styrk til þess að stíga þetta skref? Já. Ef ég vil vita hvernig Guð er og hvernig viðbröðum ég má búast við af honum, þá er fyrsta skrefið alltaf að skoða Jesú. Enginn hefur sýnt okkur betur hver og hvernig Guð er. Og í fyrsta Jónasbréfi stendur Jesú, hann kom fram fullur náðar og sannleika. Og við þurfum alltaf bæði. Hvað er náðin? Náðin er auðvitað það að fá eitthvað óverskuldað, en náðin er líka þessi virka nærvera og kærleiku Guðs í lífiðinu sem gerir það sem ég er ófær að gera sjálfur. Þannig að við hverju geti búist við? Jú, þú getur búist við því að tengjast Guði sem að elskar þig meir en þú gerir þér grein fyrir. Það þýðir ekki að hann gefur þér allt sem að þú vilt á þau augnabliki, en hann kannski gefur þér akkur það sem þú þarft. Og rauninni heiðarleikin eins og ég var að tala áðan og gagnsæið skiptir gríðarlega miklu máli og við vitum þetta bara í samböndum okkar á milli. Þú veist það alveg og við vitum báðir að vinir okkar sem að koma heiðarlega fram við okkur og eru einlægir og gagnsæir, það leiðir til miklu dýpri og innilegri vináttu, ekki satt. Og það er alveg eins í tengslum okkar við Guð. Ef að ég er uppi með einhverja grímur eða kem ekki alveg hreint fram, að þá segir Guð við okkur, já, ég elska þig og ég vil gjarnan vinna með þér, en það er erfitt að vinna með þér ef þú sérð ekki einu sinni sjálfur eða sjálf hver staðan er. Þú vilt ekki leggja spilun á borðið, ekki satt. Jú. Af því það er erfitt að leysa vandamál sem er ekki til staðar, ekki satt. Já. Þannig að komdu eins heiðarlega fram og þú getur. Já. Og
og þú munt upplifa kærleika Guðs. Ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því nánar en að Guð mætir okkur auðvitað á ólíkan hátt, en þú getur bara treyst í að hann gerir bara góða hluti af því að hann bara góður. Já, ég var að ræða þetta við ágætna félaga minn daginn og hann lýsti þessu svona og ég ætla bara að varpa því til þín að ef þú ert segjum þú ert bara, þú veist 7 ára og þú ert að leika með tindáta eða með stelpa sem að leika sig með dúkku sko, þá þarf þá þarf það sem hún er að leika með að vera meðfærilegt. Það þarf að láta að stjórn. En ef þú ert að spila tölvuleik til dæmis og einn karakterinn sem þú ert að reyna að stýra í gegnum völundarhúsið alltaf í mótþróa, að þá í rauninni erfitt að ná til hans. Þannig að þú í rauninni ert að lýsa ef að tilveran nokkuð konar tölvuleikur, þá þurfum við að vera tilbúin að lúta stjórn hönnuðarins. Að þú veist, stundum erum við bara á þeim stað í lífinu að við rötum ekki lengra í völundarhúsinu og það kannski sá staður þar sem að óttinn og hjálparleysið og bjargarleysið í rauninni stundum verður svo yfirþyrmandi og þá þarf fólk að geta komist á þennan stað að segja bara við Guð, ég get ekki meir og ég bara legg þetta í þínar hendur, er það ekki? Jú, þetta ágætt lýsing, auðvitað vegferð okkar oft ólík. Þegar ég kynnist Guði ég ekki á neinum botni, ég ekki í neinni neyslu, það engin stór vandamál í lífi mínu. Ég einfaldlega hugsaði þetta mjög gaumgæfið því ég skynjaði og vissi að þetta væri risastór spurning og þess vegna þyrfti ég að takast og skoða hana af fúlustu alvöru. Þannig að staðurinn sem fólk á þegar mögulega veltir þessari spurningu fyrir svo getur verið ólíkur og vissulega ekki að ætlast til þess að við sækjumst eftir leiðsögn einhver sem við þekkjum ekki eða byrjum strax að treysta einhverjum sem við þekkjum lítið sem ekki neitt. Jafnvel þó ég heyri að Guð sé góður að ef ég hef ekki fengið að upplifa það þá náttúrulega getur það tekið tíma fyrir það traust að byggjast upp. En taktu fyrsta skrefið. Byrjaðu bara að tala við Guð. Mögulega það erfitt, taktu þá sálmana, flettu upp á Nýja testamentinu eða eitthvað og byrjaðu bara að lesa þá upp átt til að svona prime the pump, koma ykkur flæði að stað. Sem kristinn maður hef ég alveg upplifað það að vera á mjög erfiðum stað í lífinu, svo erfiðum stað að ég gat ekki einu sinni beðið. Ég var bara stopp, ég var bara blanko. Og þá einmitt gerði ég þetta. Ég byrjaði bara að lesa upp átt til að hjálpa mér að komast yfir það. Og fannst þið betra að lesa upp átt? Já, það getur bara verið mjög gott að gera það. Já, algjörlega. Hvað þú hefur segjum með munni okkar getur skipt mjög miklu máli. Þannig að ef að einhver heyri til okkar sem að velta fyrir sér að tala við Guð, gerðu það upp átt. Já. Ok. Það gott ráð. Segð okkur aðeins, þegar þú ert þarna á þessum aldri, tvítugur búin að komast á þennan stað, þú ert á þessum krossgötum, hvað gerður næst? Það eru margar sögur sem ég get tínt til. Hvert leiddi þetta þig? Sko, eins og ég nefndi áðan, þá var enginn þarna sem var svo sem að útskýra fyrir mig hvað ég ætti að gera næst. En eitt af því sem ég skynjaði að ég allt í einu fór ég að skilja aðeins það sem ég las í Biblíunni og ég skynjaði að það nærði eitthvað nýtt líf innra með mér ef að orða sig svo. Annað sem ég langaði að gera, mér langaði að hitta annað fólk sem að væri svona, getum talað virt eða lifandi í samfélagi sinni við Guð og ég fór að finna svona einhverju leiði til þess. Kona mín, sem þá var kærastan mín en nú kona mín núna, hún vildi helst halda sig inn á þjóðkirkjuna, þannig að við gáðum því bara alveg séns sko. Það gekk svo ekki alveg upp af ýmsum ástæðum en ég á góða vini í þjóðkirkjunni sem að gera góða hluti, þannig að ég vil halda því til haga að það er gott fólk þar. Við í rauninni bara fórum svo að hitta hóp af kristufólki og stofnuðum svo kirkju með þeim og svona stuttum það ferli í 97
og svo hef ég tekið þátt bara í margvíslegu kristnu starfi. Ég man kannski gaman að nefna það að þegar ég ungur maður, bara svona kannski 23-24, ég man að það var augnablik að ég settist niður og ég rauninni spurði sjálf á mig hvar og hvernig ætla ég að beita mér? Hvað ætla ég að nota líf mitt í? Já. Hvernig getur líf mitt orðið til sem mest gagns? Og ég fór svo bara niður listan, þú veist, menntakerfið, ég var búin að taka kennaranám, ætla ég í viðskipti, ætla ég í lögfræði, ætla ég í stjórnmál og nú ég ekki að segja að eitt svið sé endilega betur en annað. Við þurfum gott fólk í öll svið þjóðfélagsins. En þarna var ég dálítið að velja hvar ég ætlaði að beita mér. Og ég tók bara meðvitað ákvörðun það að beita mér til þess að sem flestir fengi þetta tækifæri til þess að tengjast Guði af því að þar umbreytist hjarta okkar eins og við vorum að tala áðan. Þannig að í dag ég kristniboði og sumir sjá rautt þegar þeir heyra orðið kristniboð sko. Kannski getum við að tala það hvað kristniboð heilbrigt kristniboð, það auðvitað hægt að gera kristniboð illa eins og alla aðra hluti, en ef það gert vel vil ég meina að það sé gríðarlegt þjóðfélagslegt gagn. Já. Segð okkur þegar við tölum sko íslenskt þjóðfélag að þá auðvitað hugsa ég þetta svolítið út frá svona því sem að ég þekki sem lögfræðingur að mér sýnist til dæmis að meir og minna öll Íslandssagan gegnsýrð af kristinni nálgun, lögin frá alda öðli í raun og veru runnu í sama farvegi og í raun og veru bara ritningin. Þetta greinir sig ekki að fyrir en á síðari tímum. En svo horfum maður kannski á nútíman eins og ég talaði áðan að þá finnst manni að maður sjá ýmis merki það bæði hér og erlendi sem að fólk sé að eiga til að gleyma Guði eins og skáldið sagði. En Guð gleymir ekki okkur. Ég held að Megas hafi nú líka áréttað það að þú finnur sem sagt þörf hjá þér til að koma orði Guðs til skila til Íslendinga. Margir hugsa sem svo að ég ætla að vera í kristniboð og ég ætla þá að fara til fjarlægustu staða og gera þetta þar en þú hefur ákveðið að þessi þörf og þér sýnist að þessi þörf á þessu í íslenskt þjóðfélag í dag. Já. Og segð okkur nánar aðeins frá því. Hver eru merkin? Já, hver eru merkin? Já, það ákveð spurning. Kannski getum við byrjað því að tala það að það eru kannski tvær leiðir til þess að skilgreina hvort að tiltekin þjóð geti talist kristin þjóð eða ekki. Ein leiðin að segja byggir hún á kristnum menningararfi og við Íslendingar erum þá klárlega kristin þjóð samkvæmt þeirri skilgreiningu. Hinn skilgreiningin kannski að segja stór hluti þjóðarinnar, jafnvel meiri hluti sem setur það í fyrsta sæti að Jesús sé konungur og drottinn og það setur í forgang að leitast við að láta leiðast af honum. Ef það skilgreiningin þá erum við Íslendingar klárlega ekki kristin þjóð. Að ég myndi svona skjóta á að kannski innan við 3% þjóðarinnar sé á þeim stað að setja Jesú klárlega bara í fyrsta sæti. Stundum heyrir maður meiri segja frá fólki að það séu öfgar ef að kristin trúð þín farin að hafa áhrif á hvernig þú lifir lífið þínu. Eru það öfgar, skilurðu? Og svo getum við alltaf auðvitað rætt það hvað eru öfgar eða ekki en ég að þessu kannski fyrst bara einfallega því að Guð hefur leitt mig til þess ef að Jesús lifir í dag sem að við kristnir menn trúum að hann geri að þá hann svona hersöðingin yfir þessu stóra verkefni að útrýma illsku úr heiminum, það þetta stóra verkefni Guðs. Okkur myndum svo sem gjarnan vilja að inni stundum aðeins hraðar að því en við getum komið að því setna af hverju það ekki.
Og ef að Jesús að stjórna þessu verkefni þá sé ég svona bara risastórt landakort fyrir fram mig og hann búin að marka eitthvað pínliti frímerki þar af og segir Ágúst, þú ert að gera þetta. Og þá bara fer ég að gera það. Já. Og auðvitað getum að raukstitt af ýmsum praktiskum leiðum af hverju það nauðsynlegt en til dæmis bara það að ef að ég vil sjá breytt Ísland eftir 20-30 ár að þá vil ég leggja áherslu á að gefa unga fólkinu okkar til dæmis þeim sem eru á háskólaaldri tækifæri til að bregðast við fagnarrindinu og taktu eftir hvernig ég orða þetta ég segi gefa þeim tækifæri og ég vil meina að þetta tækifæri séu ein stærstu og mikilvægstu mannréttindi sem þú getur gefið hverju einastu mannesku tækifæri til að heyra Jesú og fagnarrindið á kærleiksríkan og virðingaverðan hátt þannig að þú getur brugðist við því. Hvað þú gerir við það? Það er eitthvað sem Guð gefur hverjum að einum umboðavald til að gera. Ég má ekki ganga og lemja fólk í hausinn, ég má ekki neyða það af því að ég verð alltaf að koma fram af kærleik og virðingu af því að ég get ekki verið að tala Jesú og komið svo fram í andstöðu þess hver Jesús ekki sant? En þetta tækifæri er svo mikilvægt Arnar af því að þú getur ekki brugðist við því sem þú eru aldrei heyrt. Og flestir Íslendingar, sérstaklega flestir Íslendingar og ungukynslinni vil ég meina hafa ekki fengið þetta tækifæri í dag. Já. Og þá ég meina þau hafa fengið að heyra Jesú með orðfæri, nálgun og framsetningu sem þau geta skilið meðtekið og brugðist við. Þau hefa heyrt kannski einhverjum svona sögusagnir en ekki almennilega. Sko, ég verið að hugsa þetta líka svona út frá því að við viljum auðvitað forgangsa rétt í líf okkar. Allir vilja það. Við viljum verja tíma okkar vel og orkunni okkar. En hvað setjum við í fyrsta sæti? Og það segir nú hér og Jesús segir það nú sjálfur að þú skalt elska Guð af öllu hjarta og allri sálu og öllu mætti og náungan svo sjálfa þig. Og þá sú hugsun svolítið áleitin þegar maður horfir yfir íslenskt samfélag hvort að við, og ég ekki að undanskilja mig í þessu, að við setjum oft sjálf okkur í fyrsta sæti og fórnarkostnaðurinn þegar upp staði getur verið svo geigvænlegur því að maður sem setur alltaf sjálfan sig í fyrsta sæti hann getur í rauninni vanrækt börnin sín vanrækt hjónabandið, vanrækt heimilið, í rauninni vanrækt skuldbindingar sínar í vinnu og allt það. En ef að maður hefur þá kynst þessu sem að þú ert að lýsa, að þá hefur hann að minnsta kosti fengið tækifæri til að hugsa tilveruna í því samhengi, þar sem hann kannski setur sjálfan sig aftar í goggunaröðuna, skilur þú hvað ég er að fara? Já, ég skil alveg hvað að fara. Og þetta er umbreytandi staða sem að þú lýstir hérna í upphafi, þar sem að þú í raun og veru á þessum krossgötum endurraðar lífiðinni svolítið, í þínum huga sem 20 maður. Já. Ertu sammála þessu? Já, mér langar aðeins að, já. Og að þetta sé þá kannski í rauninni svona pæling sem að við þurfum að gefa fólki sem fólk þurfa að gefa meiri gaum að. Er ég að forgangsa það rétt? Hverjum er ég að þjóna? Það er nefnilega akkurat líka spurningin sem að þú kemur með þarna. Hverjum er ég að þjóna? Það komið 2 punkta. Ég heyrði í skólasystur minni úr menntaskóla núna í desember. Hitt hana á staðaskóla. Hún var á leiðinu á Akureyri og ég var á leiðinu aftur suður. Ég talaði bara örstutt við hana en hún sagði setningu sem ég er ennþá að hugsa og ég þarf eiginlega að heyra í henni aftur með þetta. Þetta er eldklár stelpa og hefur vegna vel lífinu en hún sagði, vistu það Ágúst, eitthvað þess að leiða sagði hún, ég er svo hugsið við því að margir skólafélagar okkar og fólk okkur okkar aldri, það er eins og þessi komið í eitthvað krísu. Það er kannski búið að koma börnum og er í vinnu sem að það valdi sér að fara í en því líður illa. Já. Og það einhvern veginn lífið er að komast í öngstræti.
Og það dálítið þetta sem að þú ert að vísa í held ég hjá sumum, að þau eru búin að gera akkurat það sem þau vildu gera. Já. En það hefur ekki leitt þau á góðan stað. Já. Og svo segir þú, hverjum ert þú að þjóna? Eina mínum uppáðsleiðu til þess að ræða þá spurningu er frægasta saga í veraldarsögunni þrældóm. Þegar Ísraelsmenn eru þrælar í Egyptalandi. Og þeir enda svo undir fará sem slæmur og hann leiðir að því þrældóm og lætur þá búið múrsteina og byggja og þetta þekkt saga og endilega ef þú þekkir hann ekki farið að lesta hana í fyrstu Mósebók og í annarri Mósebók. Og svo kemur Móse og hann leiðir Ísraelsmenn gegnum Rauðahafið út úr Egyptalandi og áleiðis inn í nýtt land og nýja tilveru. Og svo einhvers staðar hérna í annarri Mósebók, Exodus, á sest Guð niður með þeim og segir og gefur þeim boðorðin 10. Og hann byrjar á því að segja, ekki gleyma því að þeir voru þrælar í Egyptalandi. Og svo byrjar hann að lista boðorðin 10. Og í þessu samingi, þú ert þræll, svo ertu komin út úr þrældóminum og kannski réttar að kalla þetta, hérna eru 10 leiðir til að þurfa ekki að fara aftur til Egyptalands. Egyptaland staðurinn þar sem þú ert þræll. Þú ert komin út úr Egyptalandi, þarftu að finna út hvernig held ég áfram að lifa í frelsi. Já. Af því ef ég klúðra því, þá er ég farin aftur til Egyptalands. Já. Ok. Þegar þú ert að þjóna fará, þá er fará slæmur og hann gerir þig að þræli. Hann leiðir þig inn í þrældóm. Hverjum þú þjónar skilgreinir eða markar hversu mikið frelsi þú gengur fram í. Ef ég að þjóna þeim sem fullkomlega góður, þá ég með fullkomlega mikið frelsi. En ef ég að þjóna þeim sem minna en fullkomlega góður, þá ég þræll að því marki sem hann ekki fullkomlega góður. Þar með talið, ef ég að þjóna sjálfum mér og ég ekki fullkomlega góður, þá ég þræll að því marki sem ég ekki fullkomlega góður. Og ég veit ekki með þegarnar en Guð samkvæmt því sem við lesum fullkomlega góður. Jesú sýndi okkur Guð sem bara kærleikur og fullkomlega góður. Það engin dökkur skuggi á honum. Og ef ég ber mitt líf saman við það, þá ég ekki fullkomin. Nei, og auðvitað, svo sannarlega ég það ekki heldur og ég held að ég get alveg sjálfur tengt við það sem þú ert að segja. Ég meina, veikar þetta sens fyrir að segja þetta með að, ef þú þjónar þeim sem ekki fullkomin, þá leiðir hann þig í þrældóm að því marki, ekki sant? Já, auðvitað, vegna þess að ég get sagt fyrir sjálfa mig, það alveg sama hvað ég gat unnið fyrir miklum fjármunum eða hversu vel mér gekk í starfi eða hversu hátt ég taldi mig vera að klífa í einhverjum metorðastegum að þá var ég í rauninni svona eins og þrælahaldari líka gagnvart sjálfu mér. Það að segja veikleikar mínir hégómi ágerind og hvað þetta heitir allt saman voru þrælahaldarar mínir. Og ég ætla ekki að sitja hér og segja að ég sé laus undan þessu öllu, en ég að í það minnst að komin á þann stað að ég hef áttað mig á þessu og það einn áfangi og þá að í rauninni þá áttað mig að segja á því líka að sko vinnan getur verið og vinnuveitandiðinn og allt þetta getur verið eins og faró fyrir Ísraelsmenn búin að hneppa þig í einhvers konar ánöð. Það eins og einu sinni þegar ég var búin að kaupa mér einbýlishús og var eiginlega montinn út í garði að eitthvað að sýsla í lóðinni, þá kom nágranni minn og sagði, jæja, þú ert búin að kaupa þér húsaðan. Já, það sagði ég. Hvort það þú sem átt húsið eða húsið sem á þig? Og þetta var hansi beitt setning. Því að þá maður fann að þjóna húsinu og efninu líka, skiluru. Og það líka harður húsbóndi.
Já, sérstaklega ef að, hvað er bara, eigum við að orða þetta, sko, Arnar, það er svo margt sem kemst í samingi ef að Guð fara að vera í fyrsta sæti. Já. Af því að þá losna ég við það að þjóna hlutum fólki eða sjálfa mér. Já. Og þá get ég notið hlutana án þess að lenda í sem þræll þeirra. Já. Og það er ástæða fyrir því að þetta er fyrsta boðorðið. Já. Er það ekki? Akkurat að því að það hjálpar okkur að lifa í frelsi, halda okkur utan við Egyptaland. Já, þannig að boðorðin eru, þá má líta á þetta, þessi nútíma maðurinn sem vil ímynda sér hann sé frjáls og vilji vera svona opbóðslega frjáls. Horfið kannski á boðorðin og segir þetta sé frelsis heftandi. Hvað er þetta ef þetta eru 10 leiðir til að lifa í frelsi? Já, einmitt. Það má kannski út frá því sem þú segir horfa á þetta sem frelsisreglur. Já. Þannig að ef þér tekst að gera allt þetta, setja Guði í fyrsta sæti, elska náungan og virða öll þessi lögmál sem eru lög fyrir þig og okkur, að þá getur í raun og veru lifað farsælla áreynslu minna lífi. Við skulum bæta einu við. Já. Af því að ef að Guð ætlast til þess að ég bara gangi niður listan og uppfylli þetta allt saman einn og eigin spýtur, það væri dálítið erfitt af því að ég er ófær það á eigin spýtur. Okay. Góðu fréttirnar eru þær að allt það sem að Guð segir okkur að gera eru líka fyrirheiti hjálp hans. Já. Og það er þannig að því að leið og hugsar það lógist, Guð getur aldrei ettast til þess að þú gerir eitthvað sem þú ert ófær að gera. Þannig að Guð segir þú átt að elska náungan og ég ströggla við það, þá get ég snúið þessu við og sagt Guð, ég þarf hjálp þína til að elska náungan. Og það er uppörvandi af því að Guð hefur heitið okkur því að ef við leitumst við að leita hans og viljum fara hans leið, að þá kemur akkurat þessi náð hans og verkar inn í lífi mínu innan frá og út og gerir það sem ég er ófær að gera sjálfur. Já, en sko við erum auðvitað ófærir margt og kannski flest, mennirnir, við erum hér á plánundinu jörðu í örfá ár og við erum enn að læra svolítið þegar við erum komin inn á dvalarheimili aldraðra, sko. Ég ímynda mér að þetta sé bara þannig og þið get vottað það allavega í mínu lífi. En að því að þú ert nú komin hingað, Ágúst, og ég vil svona líka kannski fá að bera fram erfiðar spurningar, sjá hvernig hún svara þeim. Endilega, skjóttu. Að sko við í þessari glímu sem við eigum þá við okkur sjálfa, sem er dagleg glíma, þá viljum við vel, eins og segir nú í reikningunni, andin er reiðubúin en holdið er veikt. Og sko við erum kannski stærsta vandamáli og stærsta hindrunin í þessum vegi og mér langar að beða að útskýra eitt fyrir mér og þá þeim sem eru að horfa. Það er þessi frasi það að, sem er mikilvægur, ég er ekki nokkur vafa það, að ná að deyja sjálfum sér. Það er að segja, til þess að við getum sett Guð raunverulega í fyrsta sæti, þá þurfum við svolítið að losna við þennan ego-flippara sem að við erum allt og oft. Þessi karakter í tölvuleiknum sem er að reyna að fara sína eigin leiðir sem er ekkit endilega þær leiðir sem að Guð hefur í hyggju fyrir þennan karakter. Skilur hvað er að fara? Þannig að þetta er á þess að ég nái sjálfur að alveg utanum hvað í þessu felst. Þess vegna vil ég biðja þig að hjálpa mér og áhorfendum að skilja þetta eða ná betur utanum þetta, að deyja sjálfum sér. Hvernig tökum við, hvernig náum við að koma okkur, hvernig nær þú að koma Ágústi Valgarð út úr myndinni, hvernig nær ég að taka Arnar Þór út úr myndinni á
og sem hindurinn á þeirri leið sem að við erum á og okkur er ætlað að fara. Þetta er bara frábær spurningar og spurningar sem ég hef hugsað mikið við skulum bara nálgast hana svona. Fyrsta lagi, þá erum við ófærauða. Við getum það ekki. Og það er gott að byrja bara á að segja það. Ég get það ekki. Okay. Hins vegar er eitt og annað sem við getum gert. Okay. Og það sem við getum gert er að við skulum lýsa því svona, ég get búið til pláss fyrir Guð í lífi mínu. Þú getur séð það bara fyrir að þú búið til svona eins og rými inn í lífinu og þú biður hann að fylla þetta rými. Hvernig lítur það út í praktist, bara í svona einföldu máli, bara á morgun ef ég ætlaði að gera þetta, hvernig myndi það líta út? Það myndi kannski líta þannig út að þú færðir 15 mínúta gönguferð í hádeginu, í hádegisleginu þínu og þú ætlar að geyma síman, geyma headphone-una og þú ætlar bara að horfa á fjöllin og á náttúruna og þakka Guði fyrir það. Eitt bara lítið dæmi. Eða þú ætlar að byrja að biðja á kvöldin. Eða jafnvel biðja á mótana líka. Þú ætlar jafnvel að biðja með makaðinum. Mjög gott ráð. Þú byrjar á að finna bara lítil atriði þess að þú gefur Guði pláss. Svo næsta skref er jafnvel að þú ferð jafnvel að fjarlægja eitthvað út úr lífiðinu og notar það sem leið til að búti meira pláss fyrir Guð. Notabenni þessir hlutir sem þú ert að fjarlægja er ekki endilega slæmir. Þú kannski bara tekur það í burtu tíma til að eins og æfa þig og búa til ekstra pláss fyrir Guð til þess að gefa honum meira pláss. Þú getur jafnvel ákveðið að sleppa því að borða 1 dag í viku. Að borða er frábært og það er nauðsynlegt, en þegar þú upplifir hungrið að þá ferðu bara þá verður þessi tenging að þú ferð að minnast þess og biður í hugaðinum Guð, ég er að leita þín, skilurðu. Þú getur ákveðið að gera ýmislegt annað sem þú tekur út úr lífiðinu tíma til að búti pláss fyrir Guð. Og hér er það sem gerist, Arnar. Ég get ekki beint af augum með eigin viljastyrk gert þetta sem þú varst að lýsa. Ég er ófær það. En ég get notað viljastyrkið minn til að búa til þetta pláss og þá kemur náð Guðs og kraftur hans inn í líf mitt og gerir það sem ég er ófær að gera sjálfur. Já. Þetta er svolítið eins og að þú þurft að vinna einhverju markmiði en þú gerir það ekki beint, þú gerir það svona eins og til hliðar. Okay. Með því að búa til plássi fyrir Guð, þá gerist það sem þú ert að sækjast eftir. Já, og er þá kannski setningin verið þinn vilji, er það lykilsetning í þessu? Ekki minn vilji, þetta er þinn vilji. Ekki endilega, því að ég vil, forsetan í þessu sem við erum að tala er að ég vil losna við eigingirnina. Ég vil losna við egoið. Já. Ég vil losna við hrokan. Já. En ég hef uppgötað að á eigin viljastyrk er ég ófær að losna við það. Já. Og þannig að ég get þá notað viljastyrk minn til að búa til þetta pláss fyrir Guð sem verkar þá í lífi mínu. Hvernig það gerist er eiginlega erfitt að útskýra. Já. Það er samt milljónir fólks í veraldarsögunni hafa gert þetta og upplifað breytingu. Og ég er sjálfur hverjum degi ástunda þetta og ungir vinir mínir sem að ég sé breytast eins og svo sem ég var að segja frá bara rétt áðan. Já, og ég held að við getum verið sammála það að íslenskt samfélag og heimurinn þarf á jákvæðri breytingu að halda. Við megum alveg við því að bæta margt, er það ekki í okkar samfélagi og heimurinn? Jú, svo sannarlega. Og þú heldur að þetta gæti orðið til stórra þjóðfélagslegra bóta ef þér tekst vel á þessari vegferð? Já, við getum orðað þannig, Arnar, að sko hver einasti einstaklingur sem að tekur þau skref að tengjast Guði og opna líf sitt fyrir honum á heiðarlegan, einlegan hátt
og ég ekki að tala neinar öfgar, ég að tala að þú ert áfram að lifa þínu lífi, þú ert áfram að sinna þinni fjölskyldu, þú ert áfram að sinna þinni vinnu, en þú fer að finna svona ýmsa leiður, það er til svo margar leiðir til að búa til þetta pláss fyrir Guð. Já. Þá bókstaflega fer þinn innri maður og hjarta þitt, það fer að breytast. Já. Það er þetta sem við erum að tala. Og hvernig svona sérðu fyrir þér, nú myndi ég halda að þú leggur á stað og ert í þessari vegferð, þú lagður á stað fyrir löngu síðan að þú ert eins og maður, þú ert að sá fræjum og þú ert að plæja jarðveg að hvernig sérðu þetta fyrir þér sko verka? Ég ekki svo sem með ykkur stór framtíðar plön annað en að minn aðalfókus á þetta sem ég sagði áðan að gefa ungu fólki tækifæri til að heyra fagnaðarerindið. Já. Þeir sem bregðast við því og vilja ganga með Jesú, þá geri ég mitt allra besta til þess að ganga með þeim, uppörfa og styðja, en auðvitað kappkosta að þau eru að fylgja Jesú en ekki Ágústi Valgarð. Alltaf mikilvægt atriði. Það sem gerist svo, Arnar, er að einstaklingar sem að breytast, þeir auðvitað hafa áhrif. Jesús sagði, þið eruð salt jarðar, meðal annars til að varvita það góða, en líka til þess að losa og vera umbreyting til góðs. Sumir fara í pólitík, sumir fara í menntakerfið, sumir fara í viðskipti og svo fravegis. Ég stjórna því ekki og ekki með ykkur svo sem stórkostleg plönum það. Mitt markmið er einfallega að þessir einstaklingar og þetta kannski lítur út fyrir að gerast hægt en Jesús fann 12 og nú ég ekki að kalla sjálf með Jesús en þetta er verkefni sem fólk og vinir mínir allan heim að gera. Jesús fann 12 stráka úr ýmsum áttum, ólíkir og voru hreinlega bara andstæðir pólar, margir hverjir og heiminu breytist. Já. Þannig að við mögum ekki gefa upp vonina með það að heimurinn geti breyst til hins betra. Nei, og við getum alls ekki. Allvæntalega lagt okkar á mörkum eins og þú ert að gera. Já, sko, þetta er mjög góð punktur hjá þér, Arnar, að því að sko, það er rosalega auðvelt að koma auga á svo margt sem er að í þessum heimi. Já. Og það er auðvelt fyrir mig og auðvelt að fara í vonleysi og þunglindi og líka bara benda í kringum okkur og þetta er ekki lagi og þetta er ekki lagi og þetta er ekki lagi en ef við erum heiðarlegir og ef við erum hugrakir þá byrjum við á eigin lífi. Það er alveg út í hött að ég segja benda í kringum mig ef ég ekki fyrst tekið siðferðislega ábyrgð á eigin lífi og ef að fagnaðarerindið er eitthvað þá er það þetta tilboð að taka siðferðislega ábyrgð á eigin lífi. Horfast auðvitað við það að mitt líf hefur geigað, það hefur ekki hitt í mark en góðu fréttirnar eru það að þú getur komið til Guðs akkurat eins og þú þarft ekki að breyta þig fyrst og sagt bara ég þarf hjálp. Þú snýrðir frá öllu sem þú veist að er ránt, snýrðir að Jesú og segir ég þarf hjálp. Þannig byrjar þetta. Sko það er sagt frá því að þegar loftárásirnar voru í Bretlandi, í London hérna í seinni heimsstyrjöldinni þá gerist svolítið merkilegu hlutur, það er að segja sjálfsvígum snar fækkaði. Fólk var allt í einu komið fókusin á eitthvað sem var svona miklu stærra og það var komið hlutverk inn í samfélagin sem það hafði ekki áður og það var til samstaða líka meðal fólks. Og þú ert að lýsa því að fókusin í rauninni fer á allt annan stað. Þú færir og menn sem er á þessum stað, þeir eru alltaf að fara svona, byrja á sjálfum sér, þeir gera það með því að leita til Guðs, ekki sagt? Jú. Og þá svona breytist viðhorfið til lífsins á svo margan hátt að maður verður svona, maður fyrir að líta kannski öðruvísi á sjálfan sig og hlutverk sitt í samhenginu. Þannig að það er eitt og svo líka hitt, sko, eins og þú segir að byrja á sjálfum sér. Við getum ekki verið eins og menn sem eru með okkar eigin garði algjöru órækt, arfa út allt og óslegi grassið en vera bendi yfir í garða eða nágranna og segja að þú verður að gera þetta og þú verður að gera hitt. Í sammála því. Við byrjum á því að taka til hjá okkur. Já.
og það þýðir svo sem ekki að þú þurfur að bíða þannig til að allt líf þitt eru fullkomið þannig til að þú veist, gerir eitthvað fyrir Guð eða eitthvað skilur en þú ferð á þennan stað þar sem að þú segir ég þarf að hjálpa að halda og þú tengist Guði og hver dagur er bara nýr dagur þar sem ég vakna og sný mér að Jesú ég geri það á hverjum degi og mikið af því að lifa sem kristið maður snýsturinn bara þetta að gefa Guði pláss í lífi sínu. Algjörlega. Við erum að verða komnir sannlega með tíman en svona rétt í lokin Ágúst, hvað myndur þú vilja svona þú fengir svona segjum, þú ert með 3 mínútna lyfturæðu hvert öllum sem að hlusta og þegar maður fyrir af stað í pólitík eða annað, þá maður oft spurðu hver lyfturæðan? Já, hver lyfturæðan? Hvað myndur þú vilja segja svona í lokin til þess að koma skilabóðunum í hnotskur til skila? Við erum búin að fara yfir mörg góð grundvallaratriði en ef ég ætti að draga þetta saman þá myndi ég segja það til Guð ef þú ert ekki samfærður það þá bara skoðaðu og hugsa þetta mjög gaumgæfilega ef þú ert tilbúin að opna það möguleika Guð sér til að þá hann fullkomlega góður og hann konungur og hann að vinna sínu stóra plani að útrema allri ílsku úr veröldinni og við sjáum það að okkar lífi ófullkomið en Guð vill hafa okkur hjá sér hann vill hafa okkur nálægt sér ekkert illt engin synd getur staðist nálægt Guði þar sem þetta ákveðið vandamál en Guð leysir það með því að sonur hans fer á hann kross hann tekinn að lífi af hermunum svo voru atvinnumenn í því að taka mennalífi og þar hann lætur allt það sem hefur farið úrskeiðis í okkar lífi koma niður á honum ég get snúð mér að þessum krossi ég get snúð mér að Jesú og snúð mér frá því sem að ég veit að rátt og þá fæ ég rauninni nýtt tækifæri ég ennþá ófullkominn maður ég geri ennþá mistök en ég fæ eins og nýtt hvítt blað til að byrja límit upp á nýtt og ég fæ þessa tengingu við Guð sem að breytir einfallega lífinu þegar hún fer að verka. Já, takk fyrir það. Og margt í því sem að þú ert búin að segja nú þegar sem að gefa mér og vonandi hlustendum og áhörundum tilefni til að hugsa betur og dýpra en það sem að viðfangsefni okkar allra, það að segja hvernig eigum að lifa góðu og dygðugu og svona verðugu lífi. Hvað í lífinu þess virði að verja allir þessari orku í? Já, ég má bara benda á, ég með litla vefsíðu sem heitir 316.is, það bara tölustafirni 316.is og þar hægt að lesa bara þetta sem við erum að tala í nokkrum skrefum og eins þegar verðum að henda með línu ef einhverjum með spurningar. Það 316.is? Já. Frábært. Við kíkjum á það og takk fyrir spjallið Ágúst, takk fyrir að koma og mér finnst eins og við séum nú bara varla byrjaðar á þessu samtali þannig að það nú gaman að við tökum seinni hlutan. Ekki spurning. Fyrir en síðar. Alltaf gaman að koma. Já, takk fyrir. Takk fyrir.